komin. Siggi, 10 stiga sigur í kvöld. Hlýtur nokkuð ánægð með að landa sigur í? Já, ég að mestu leyti ánægð með bara leikinn. Auðvitað hefur við ekki að hleypa liðum aftur inn í það síðustu sekúndunum þegar við komum með kláraðan leikinn. Og það má alls ekki endurtaka sig. FSU vel þjálfað og vel skipulagt og þeir gera ekkert meira en ráða við. Og við spiluðum bara, fannst mér ágætlega. Við langar að minnast á Sindra, Davís og Vikk og þessi strákar sem voru að koma inn á bekknum og bara virkilega ánægðir með þá. Og við höfum verið að breyta þessu, ég hef aðeins verið kannski að ofmeta formið á mínum aðalleikmönnum og þeir greinilega þurfa meira í hvíld og það sýndi sig í kvöld að þeir eru svo sannlega traustsins verðir, þeir sem koma inn, þannig að þeir stóðu sig vel í dag og ég allt hróskilið fyrir það. Þið sem virtust með yfirhöndina allan leikinn, samt náðu FSU alltaf að koma tilbaka? Já, það aldrei verið sterkar hlið Þórsliðsins í körfubolta, held ég aldrei að klára leiki þegar sem drepa á alveg 10 stigum og fara með upp í 20 stig og þá enn lengra. Við verðumst alltaf að gefa aðeins eftir og hleypa liðunum inn og það hefur verið við liði í fjöldamörg ár og við unnum leikinn, það náttúrulega eina sem skiptir máli, þannig að það skiptir ekki máli hvernig vinnur með 40 eða 1, þú bara vinnur. Hvernig svo leið þér þegar FSU minnkaði niður í 5 þegar hálf mínúta var eftir? Mér leiði bara ekkert sérstaklega vel, náttúrulega. Var pínu stress en þetta var í raun samt komið upp í það mikið mun að við hefðum eiginlega þurft alveg virkilega sameiginlegt átak hjá öllum liðsmönnum held til að tapa þessu leikinn. En við náðum að klára þetta í lokin en við megum ekki lenda í svona aðstöðu aftur. Það er á hreinu, sérstaklega ekki á móti sterkari liðum sem að nýta þessi svona enn betur en FSU gerir. Það er náttúrulega mikilvægt að ná 2 stigum í kvöld. Já, alveg bara virkilega mikilvægt. Við erum búin að eiga bara mjög lélega heimaleik undanfarið og við vildum sýna að við erum betri en það og ég til okkur hafa gert það ágætlega í kvöld en það eru stóri leiki framöndan og föstudaginn næsta förum við í Borgarnes og það er bara upp á líf og dauða. Takk. Takk ykkur. Baldur, velkomin. Takk fyrir það. Herru, góðu sigur í kvöld. Já, komið tíma og góða leik heima. Bara flestu leiti flottur sigur. Bara þetta var leikur sem varð að vinnast, nú tapa 2 heimaleikjum í röð, þannig að mjög jákvæmt að klára þetta. Þið voru alltaf, voru alltaf með yfirhöndina í kvöld, en skiptunni hefur náðu alltaf að draga það tilbaka. Já, þeir eru með fullt af strákum sem geta vel skotið og þeir eru sprækir strákar sem geta hlaupið á skotið. Segir kannski muninu er kannski sá að við erum stærri og sterkari og hára á bringunni og bakinu, en ekki þeir. Þannig að þetta réðst allir inn í tegi í kvöld. Já, alveg. Við náttúrulega með sennilega stærsta og sterkasta liði í deildinni. Það er bara þannig. Við erum með þessa trukka inn í teg. Og já, það á ekkert liði í deildinni að geta haft neitt í okkur inn í teg. Og svo lengi sem komum boltar nógu mikið undir þá eigum við að skila þar. Þeir hafa vissu bjöggast snögga en annars er þetta ungi strákar sem kannski eftir að bæta þessu nokkur kílóum sem við höfum. En það hlýtur þetta alltaf léttir að vinna í kvöld hérna á heimavöll? Alveg klárlega. Ég meina, við verðum vilja bara klára þessa leiki sem við eftir. Fyrsta sæti er mjög fjarlægt. Þannig að stefnan er klárlega að ná þessu öðru sæti. Fá heimleikja rétt í úrslitakeppni og fara þannig upp. Takk. Takk svo mikið.